Amen. Já, amen. Aðeins að sýna ykkur hérna blað sem ég fæ mánaðarlega. Sjáið þið hvað stendur hérna? Já. Í þessu blaði verið að tala það farið vítt og breitt yfir. Hér maður sem búinn að vera í Suður-Ameríku í 20 ár og hann var í Nicaragua og þeir höfðu upp í 1 milljón manna samkomur. Og þetta var ógnun við kommunistastjórnina, þannig að leyfið var tekið af trúboðinu hans til þess að starfa þarna og 11 af hans starfsfólki voru sett í fangelsi þrátt fyrir það að hans þjónust og allar eigur gerðar upptækar. 40 eitthvað bílar sem að trúboðið átti og landsvæði. En þeir voru búnir í gegnum erfiða tíma voru þeir búnir að fæða og klæða stóran hluta af þjóðinni í gegnum sitt hjálparstarf. En það virðist vera að, óvinur okkar, djöfullinn, hann spyr ekki það sem við gerum, hann kemur til að stela, slátra og eyða. Og Biblían segir að þrengingar koma í gegnum hann og frá honum. Nú, við höfum verið að styðja í Pakistan fólk og mér langar að núna á þessu ári þá erum við búin að leysa út 3 eða 4 fjölskyldur. Ég hérna með myndir og sem ég ætla að biðja hana Dísu að setja upp af 2 fjölskyldum. Það var í byrjun, núna fyrir nokkrum mánuðum, þá voru 2 fjölskyldur og þetta önnur fjölskyldan sem að þarna eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manns. Við erum að tala að setja, heyrðum í fréttum að það voru 3 gíslar leystir úr haldi Hamas. Hér erum við líka að leysa fólk úr haldi. Þegar við leysum gísla úr haldi Hamas, þá erum við að leysa það úr haldi Íslam. Hérna erum við líka að leysa fólk úr haldi Íslam. Þetta var önnur fjölskyldan. Næsta. Þetta var fjölskylda númer 2, einstæð móðir með 3 yndisleg börn og það sem vekur athygli mína þegar við sjáum myndir fyrst að þessu fólki og svo þegar við sjáum myndir að því á eftir. En í Pakistan það eru miklar ofsóknir gegn trúðum. Hansi setti inn myndir af uppþoti þar sem það voru 2 drepnir á götum úti. Og þetta bara svona eins og bara venjulegur hópur sem fólk hrúar saman, eins og fólk safni saman bara niður á Lækjartorgi og þar bara verið að berja lífið úr kristnum einstaklingum. Og fólk gerir ekkert, lögreglan gerir ekkert. Og þeir fá ekkert réttlæti. En næsta mynd, hér fjölskylda, maður þessarar konu, þegar hann mótmælti því að synir eigendana væru að reyna eða smána konunans, þá tóku synir eigandans manninn að nóttu til,
fóru og með hann í einn eldsofnin í steinaverksmiðjunni og brendan. Þannig að hann er horfinn. Síðan leið nokkur tími og vinur okkar þarna sem við erum að starfa með, sem heitir Hansi Karóni, hann fann ekki þessa fjölskyldu fyrir núna fyrir 2-3 dögum. Og þá sagði hann við mig að þeir ætluðu að flytja hana langt í burtu. Og þannig þið sjáu að þetta fólk er eins og þrælar, það skuldar peninga, en skuldahaldarinn eða hann bara hefur þetta fólk í þrældómi. Þið getið séð angistina hérna í þessum andlitum. Það eru 2 drengir og þessi kona, og ef við færum núna yfir á næstu mynd, að þá sjáu þið algjöra breytingu. Þarna er komið bros. Það vantar einn drenginn, hann var tekinn sér, að því að pappírarnir hans voru seinna á ferðinni, og ef við fáum eina mynd í viðbót. Hérna eru þau öll saman, og þessi lengst til hægri, það er trúboðin eða missionerinn sem við erum að starfa með, og höfum starfað með í nokkur ár. Og svo ein mynd að lokum, hér sjáu þið ekkjuna, og sjáu þið munin á andlitinu þarna eða og kirkjan gaf hluta að þessu, það kom gjöf í þetta, þannig að þetta kostaði 400.000 að leysa þessa fjölskyldu. Ég tel að vera vel peningana virði. Miklu meira en það. Jesús Kristur, hann sagði, það sem þér gjörðuð einum hinna minnstu, það hafið þér gjört mér. Þannig að ég veit að Drottinn, hann gleðst yfir því að við leysum fólk úr ánauð. Amen. Þannig að mér langaði bara að miðla þessu með ykkur, og að við biðjum líka fyrir þessari fjölskyldu. Þó hún brosi þarna, hún er búin að missa mannin sinn og hún er að byrja nýtt líf. Við þurfum að muna að biðja fyrir vinum okkar, Pakistan, Indlandi, nú eru að aukast ofsóknirna þar, og Afganistan, Írak, Íran, öll þessi lönd. Við þurfum að gráta yfir, þetta er líkami Jesú Krists og við erum hluti af þessum líkama. Þannig að við getum ekki bara látið eins og ekkert séð þegar bræður okkar og systur þjást. Við ætlum að, bara tengt þessu, þar sem orðið sem kom upp í huga minn, við fengum hérna mjög öfluga predikun síðasta sunnudag, og það var gamall vinur minn Pól Hansen. Ég er búin að þekkja hann síðan hann var 8-9 ára, og við vorum saman á sjó, og hérna, ég sagði ykkur aðeins að því þegar hann var hérna, en hann er postuli, má segja, hann sér 36 kirkjur í 13 löndum. Og ég var að hugleiða, stundum, hann þráði að koma hérna og vera með okkur, og það voru 40 manns á þessari samkomu. Hann er vanur að tala yfir miklu fleira fólki, og það kom upp í huga minn, við höfum stundum fengið tilboð að frá þessum eða þessum, að hann geti komið, ef þú safnar saman 500 manns, eða 1000 manns, þá skal ég koma til Íslands, og þið borgi farið og allt saman. En ég var að hugsa, og það kemur svolítið inn á það sem mér langar að koma hérna inn á með þessar. Ég man alltaf að það var lögfræðingur sem predikaði einu sinni, hann var predikari þá og nú er hann bara lögfræðingur, og hann sagði, þegar ég komst að því að Drottinn þyrfti ekki á neinum hetjum að halda, það var alveg gríðarlegu léttir fyrir mig. Og mér langar aðeins að koma inn á þetta í dag, bæði með ofsóknir og líka með að við erum systkini, hann er Guð. Og við draugum styrking hvert frá öðru, og þegar ég var að hugleiða þetta, að þá
kom upp þessi spurning, hefur einhvern tímann upplifað minnimáttarkennd þegar þú sér hvað aðrir áorka mikið eða lestum hérna miklu guðsmenn í Biblíunni eða sér hvað guðsmenn að gera í kringum þig, upplifur þig kannski stundum eins og þú sért ekkert að gera. Ég veit ekki, ég hef upplifað mig þannig. Og ég kom upp í, þegar þessi hugsun kom til mín, þá kom upp í huga minn nöfn eins og Ananías. Það minnst á hann held ég bara einu sinni í Biblíunni, í Postulasögunni 9. kafla, og þá segir Guð við hann að hann eigi að fara og biðja fyrir Páli eða Sál nokkurum. Ananías fer, og svo annar sem að Páll minnist á í 2. Tímóteusarbréfi 1:16, að hann segir Ónesífórus. Hann hjálpaði mér mikið og hann var huggun fyrir mig og hann hefur verið bara mín stoð og stytta. Svo heyrum við einu sinni aftur Ónesífórus. Síðan heyrum við nöfn eins og Erastus, við heyrum Evbúlus, Epafras, Priska, Akvílas. Svo heyrum við söfnuðin sem kom saman í þessu húsi eða þessu húsi, og bara að þetta var allt svona venjulegt fólk alveg eins og við. Og þegar ég var að hugleiða þetta að þá kom ein ritning í Korinthubréfinu, 1. Korinthubréfi 12:18 upp í huga minn, þar sem segir að Guð, hann hefur sett einn og sérhvern á líkamann eins og honum þóknaðist. Þannig að Guð, hann setti líkamann saman, og hann svo skrítið, við erum að tala kirkju sem líkama. Það myndin sem dregin upp, að kirkjan líkami, svo talað líkamann út frá því, og myndin notuð til þess að, útskýra kirkjuna. Amen. Do you speak Icelandic? Okay. Can you give him? Þetta var 1. Korinthubréf 12:28. Að við erum að tala líkama Krists, og skrítið að Páll talar í Rómverjabréfinu og 1. Korinthubréfi líkamann. Og að því að við erum með brauðsbrotningu í dag, þá finnst mér við hæfi að koma aðeins inn á líkamann, og það var líkami Krists sem var brotinn fyrir okkur, og síðan erum við hluti af þessum líkama. En takið eftir þessu 12:28 að hann segir Guð, nei, þetta ekki 12:28, þetta 12:18, en nú hefur Guð sett hvern einstakan lim á líkamann eins og honum þóknaðist. Og það greinilegt að honum þóknaðist ekki að setja Ananías í það verkefni sem Páll var settur í. Og það var bara Guð. Hann réði því. Og, en það sem verið að segja okkur hér, ef við tökum hérna vers 22, þá segir, og aftur talandi líkamann, nei, miklu fremur eru til limir á líkamannum nauðsynlegir sem virðast í veikbyggðara lagi. Þannig að þegar við hugsum þetta, þá sjáum við Pál postula sem bara sneri öllum heiminum við. En það voru menn í kringum hann sem að hann gat ekki verið án. Guð setti Pál sem bara þessa hend hérna sem að styrku hönd sína, sem að hrærði við allri Asíu á þeim tíma, en það voru limir með Páli sem að enginn sá. En Páll sá þá, Páll nefndi þá, og Páll þakkaði Guði fyrir þetta fólk. Og þess vegna það að mér langaði að segja að það segir hérna, vers 22, tökum það aftur.
Nei, miklu fremur eru þeir limir á líkamanum nauðsynlegir sem virðast veri veikbyggðara lagi. Þannig að sama hvað það eru miklar hetjur, sama hvað það eru miklir guðsmenn, þá megum við aldrei fara á þann stað að gleyma því að við erum mikilvæg. Við erum mikilvægir þáttakendur í verki Guðs, þó svo að við séum ekki að gera það sem þeir eru að gera. Ef við tökum til dæmis Hans Karóni og trúboði hans sem hann er að gera, hann gæti ekki gert það sem hann er að gera nema af því að við erum að taka þátt með honum. Og margir þessi miklu trúboðar sem hafa farið til Afríku og allan heiminn, þeir gátu ekki gert það nema af því að þeir höfðu fjölda manns sem stóð við bakið á þeim. Og það var einmitt þetta að ég var að segja meðan Paul Hansen, hann kom hérna og hann var tilbúinn, hann þráði að vera með okkur að því að það var í minningunni hjá honum, erum við hluti af honum. Og þetta sami andi og var yfir Páli postula, þegar við lesum í postulasögunni, að hann kveður, að hann er að fara og hann veit að hans tími er úti, að hann kveður kirkjuna í Efesus og þeir hittast á ströndinni og Páll, þeir krjúpa þarna saman og biðja saman. Páll var einn af þeim. Og það er alveg sama hversu öflugur guðsmaður er, hann er alltaf bara einn af líkamanum. Alveg sama hvað hann áorkar miklu og ég litlu, við erum sami líkami. Og þess vegna er svo gott að við getum dregið styrk hver frá öðrum. Og Páll, hann var þessi kærleiksríki sem hafði unnið allan heiminn, að nú er hann að tala bara við Eubúlus, Erastus, hann er að taka í hendina á þessum og hann er að gráta yfir þessu fólki, hann elskar það svo mikið að hann sjáu það ekki aftur og þeir grétu líka. Þannig að það er bara þessi hugsun sem ég langar að Paul Hansen kom hérna inn á sem sagt, á síðasta sunnudag inn á ástand kirkjunar og inn á falskenningar. Og sjáðu til að þessi falspostular, þeir eru svo miklu hærri en við. Þeir fara út þegar samkoman er búin og þeir fela sig og þeir koma inn eftir að samkoman er byrjuð, einhver heldur á biblíunni fyrir þá. Þetta er svona drama og Páll, hann talar falspostula. Sjáðu, ef þeir sem tilheyra líkamanum, þeir eru hluti af okkur, þeir eru með okkur, þeir elska okkur og þeir þurfi ekki að eitthvað dramasjó til að koma inn á samkomu hjá okkur. Og ég held að það sé gott fyrir okkur bara að íhuga þetta og bara minna okkur á að það er engin eins og ég. Það er engin eins og ég á líkama Krists. Og það er hvatningin sem mig langar að leggja niður í hjört okkar í dag úr Opinberunarbókinni 2. kafla 10. vers, þar sem að Jesús segir við kirkjuna í Smyrnu, vertu trúr allt til dauða. Vertu trúr allt til dauða. Og það langar engan að verða píslarvottur. Langt frá því. Og það er heldur engin að biðja að fá að vera píslarvottur. Ég er ekki að segja það en mér langar að vitna hér í orð Corrie ten Boom sem var uppi á stríðsárunum og hún lenti í fangelsi, að hún segir þegar hún er lítið stúlka, þá segir hún við föður sinn og eitthvað hefur þetta komið upp vegna þess að gyðingar voru ofsóttir þá í Þýskalandi, og hún segir ég get aldrei orðið nógu sterk til að deyja sem píslavottur. Og pappina svaraði, þegar þú ferð í ferð, hvenær geð ég peninga fyrir fargjaldinu? Hún segir, 2 vikum áður? Nei, pabbi, daginn sem ég fer, þá réttur mér pening. Og þá segir pabbi, það er einmitt þannig sem að
okkar himneski faðir starfar, hann veit hvenar við þurfum á hans styrk að halda. Við þurfum ekki að vera undirbúða fyrirfram. Ef við þurfum á því að halda, þá hann þar. Og við lesum að síðan lenti Corrie ten Boom í fangelsunni í Ravensbrück, þar sem 50.000 konur létu lífið. Og hún skrifaði, við búum okkur undir endatíma, þá einnig nauðsynlegt að við búum okkur undir að deyja fyrir Krist. Þetta voru hennar orð. Og þegar við lítum á ástandið í heiminum í dag, ég spyr sjálfan mig, ég tilbúin að deyja fyrir Krist? Það bara góð spurning. En sumir segja, þetta dómsdagsboðskapur eða, nei, þetta Biblían, hún snýst öll meira og minna þetta. Í Hebreabréfinu þá talað menn sem að liðu píslarvætti. Það 11. kafli og það eru tveir menn sem ég langar svo að tala Hebreabréfið 11, vegna þess að við erum að tala við erum að tala þessa óþekktu í Biblíunni. Og svo tölum við líka þá sem að ekki minnst á í Biblíunni. Og það svolítið merkilegt að það eru menn hérna í sögunni, kirkjusögunni, sem Biblían nefnir ekki, en kirkjusagan talar Í Hebreabréfinu 11. kafla, þá 34. vers, þá segir, það verið að tala trúarhetjurnar, þeir byrðu ekki inn ljóna, slökktu eldsbál, komust undan sverðseggjum, þeir urðu styrkir þótt áður væru þeir veikir. Þeir urðu styrkir þótt áður væru þeir veikir. Þegar þeir þurftu á að halda, þá kom krafturinn yfir þá. Og það sagt hér að þeir gjörðust öflugir í stríði, stöktu fylkingum á flótta. Konur heimtu sína framliðnu upprisna, aðri voru pyndaðir og þáu ekki lausn. Og ef við lesum þetta vers nánara, þá sjáum við að þeir sem þáðu ekki lausn, það var spurningin að afneita Kristi til að þiggja lausn. Þeir þáðu það ekki. En það var á öðrum stöðum að þá voru þeir öflugir í stríði og þeir jafnvel risu upp frá dauðum. Og þetta bara það sem að Biblían segir okkur. En svo það þessi menn, þegar við lesum aftur ritninguna, Opinberunarbókin 2:10, vertu trúr allt til dauða, og það Smyrna. Og annað vers sem ég langar að gefa okkur, það eru 2 biblíuvers. Þreytumst ekki gott að gjöra, vegna þess á sínum tíma munum við uppskera, ef við gefumst ekki upp. Á sínum tíma munum við uppskera, ef við gefumst ekki upp. En söfnuðurinn í Smyrna var mjög rík borg og falleg borg, og ég held hún hafi legið að Höfn. Ef að Snorri væri að predika þetta, þá geta hann þurlið það bara upp eins og hann las það, en ég búin að gleyma öllu sem ég las. Þannig að ég segi bara, ég held að þetta hafi verið svona. Og við tökum það gott og gilt. Þú leiðréttir mig að það rangt. En kirkjusagan segir okkur að, við getum séð hérna bara í Opinberunarbókinni að það var þrenging framundan. Jesús segir við þá að djöfullinn mun varpa nokkurum yðar í fangelsi til þess að yðar verði freistað, og þér munu þrenging hafa í 10 daga. Hér sjáum við að þessi þrenging kemur frá djöflinum. Svo segir, vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Og ég var að lesa þessa frásögn í Opinberunarbókinni í fríinu mínu, og ég las sögun á bakvið þetta, og mér fannst þetta mjög athyglisvert. Og það sagt að sá sem var engill safnaðarins í Smyrnu, eða forstöðumaður eða pastor, hann hét Pólíkarp, og hann var einn af lærisveinum Jóhannesar skírara. Og þegar að þrengingin að byrja þarna, þá hann nýkominn frá Róm til Smyrnu, og þeir segja við hann, fólkið í söfnuðinum, að hann skuli fela sig, því að hann muni örugglega verða handtekinn.
og hann gerir það, hann fer á eitthvað býli fyrir utan Smyrnu og þar í felum einhver tíma. En til að við sjáum hvað að gerast, að þá á þessum tíma, í Smyrnu hafði verið mikill skurðgoðadýrkun, alls konar guðir. En nú annað tímabil að hefjast og það þessi keisara tilbeiðsla. Og keisarin þarna, hann hét Domitian, og það hann sem byrjar þessa tilbeiðslu, að fólk eigi að tilbiðja hann. Og rómverski borgarar, þeir áttu að koma einu sinni ár hvert og brenna reykjelsi á altari keisarans sem Guðs og fengu síðan vottorð að þeir hefðu framkvæmt sína trúalegu skyldu. Þannig að þetta var þeirra trú. Þeir komu, kveiktu á reykjelsi fyrir keisaran og svo fenguðu vottorð búnir, ég er búinn. Og svo máttu þeir í raun og veru eða þeir vildu tilbiðja sinn Jesú líka. Þeim var ekki bannað það endilega. En þetta var náttúrulega eitthvað sem hinni kristnu vildu ekki taka þátt í. Og það gerir síðan að einn af lærisveinum Pólíkarps, hann handtekinn og hann pyntaður til að segja frá verustað hans. Og þessi Pólíkarp, hann 83 ára, minnir mig á þessum tíma, og þeir koma, finna hann, og verðirnir, sagan segir að verðirnir þeir voru hissa á því að þetta var svo lítill og pervísinn maður, hvað þeir væru með heilan herflokk að leita að honum, og þeir byrja strax á því að segja við hann að hérna svona smá reykjelsi, ef þú bara gerir þetta hérna núna, þá gefum við bara vottorðið og við þurfum ekki að fara með þig. Og hann hugsa sig stund, hann segir nei. Og síðan faraði með hann, og það farið með hann að það var í gangi þarna á stóru, hvað kölluðu það, hringleika húsi. Þar var við að taka kristna lífi, þeir voru settir hent fyrir ljón og þeir voru brendir. Og þeir fara með hann og sagan segir að hann að reyna að rökræða við hann herforinginn, að reyna að fá hann til þess að gera nú þetta. Þetta svo lítið mál, fyrir hann var það lítið mál að kveikja bara á einu reykjelsi og segja Sesar drottinn. En Pólíkarp, hann var ósveigjanlegur. Og síðan það að þeir koma á staðinn og þá búið að taka ljónin út af leikvanginum, þannig að þeir ákveða að brenna Pólíkarp. Og það sem mér fannst athyglisvert við þessa sögu, það sagt þarna frá fleirum, það var einn ungur maður sem var mjög djarfur, hét Quintin, og en þegar hann sá hérna ljónin, þá gugnaði hann. Og hann ákvað að brenna reykjelsi. Og ég spurði Dísu, hérna þegar hér var komið sögu, glataðist hann þá að því hann afneitaði Jesú? Og ég ætla að spyrja ykkur, það kom þögn. Leið og ég spurði, þá kom upp í huga minn, maður sem hét Pétur, hann afneitaði Jesú 3 svar. Honum var fyrirgefið. Þið megi svara því með þennan Quintis hvort að honum var fyrirgefið eins og Pétri. Ég trúi því að hann hafi fengið fyrirgefningu, hafa hann snúið sér aftur til drottins. Það mín skoðun. En þið megið hafa ykkar skoðun. Ef að Pétur fekk fyrirgefningu fyrir að afneita, haldið að drottin sé öðruvísi fyrir þá sem að gugna. Ég held ekki. Pétur gugnaði. En ok, þetta var nú bara svona þegar við vorum að rannsaka þetta. Síðan það að Pólíkarp, þeir setja svona viðar hring og kveikja bál og það sett súla inn í miðjuna og þar hann bundinn við og síðan kveikt í og múurinn var náttúrulega alveg trilltur, þeir sögðu sko komiði með heiðingjana og og hérna hann settur og hann bundinn þarna
Og það svo skrítið þegar þeir kveikja eldinn að þá nær eldurinn ekki til hans. Hann bara brennur ekki. Og áður en hann var settur á stöngina, þá kom rödd frá himni sem sagði, vertu nú sterkur, Pólíkarp. Hann heyrði það og hinni kristnu heyrði það. Rómverjarnir heyrðu það ekki. Vertu nú sterkur, Pólíkarp. Eldurinn byrjar að loga og það gerist ekkert. Hann bara þarna á stönginni. Að þá það að herfóringin sem stjórnar að hann verður alveg furious og hann setur sverðið í spjótið í gegnum Pólíkarp og blóðið fossar út og sagan segir að blóð hans hafi slökkt eldspálið. Þannig að mér finnst svo magnað, sumir skilja ekki, ég meina að Guð leyfi þetta. Og við sjáum í ritningunni að Guð leyfir það ekki með alla. Guð leyfir það með suma. Mér finnst svo magnað að hvernig Guð hann starfaði þarna og svo sagt að leið og hann gaf upp andan þá sáu menn dúfu fljúga upp frá eldinum, staðnum. Vertu trúr allt til dauða. Okkur sagt, við segjum, þetta ekki fyrir okkur. Okkur sagt að núna á síðustu öld hafi fleiri kristnir dáið fyrir trú sína heldur en frá upphafi fram að því. Þannig að ég þakka Guði fyrir hver dag sem við eigum þetta yndislega land okkar og við erum frjáls meðan bræður okkar þjást. Þess vegna það hvatning mín að við gleymum þeim ekki, við biðjum fyrir þeim. Síðan hitt versið, þreytumst ekki gott að gjöra, vegna þess á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Og ég ætla að segja ykkur hérna sögu, ég veit ekki hvað margir hlusta á Lindina, ég sagði hann á Lindin daginn og hafið þið hlustað þá fáið að heyra hana aftur. Hún mann sem fór sem kristniboði til Burma og yfirskriftin yfir þessari sögu þreytumst ekki gott að gjöra, á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Biblían segir að kóróna geymt hinum trúfasta þjóni Guðs, eins og Adoniram Judson, trúboði sem þjónaði í Burma. Hann var handtekinn falslega ásakaður að vera njósnari. Settur í þröngan klefa, þar sem hann var neyddur til að standa, svo aðri gætu lagst niður og sofið. Sólin var óbærilega heitt og það sem fangarnir fengi ekki að fara í bað, þá var lyktin hræðileg. Það nokkuð ákváðu fangaverðirnir að fangelsi væri ekki nægjanleg refsing fyrir þennan heiðingja. Þeir tóku Adoniram, hengdu hann upp á þumalputtunum og sársaukin var óbærilegur. Eftir einhver tíma var hann færður aftur í klefan sinn. Eftir myrkur þá læddist Anna, konan hans, að búrinu. Ég veit ekki hvernig þetta fangelsi var, hún komst að búrinu þar sem hann var fangelsaður og hvíslaði, þraukaðu Adoniram, þraukaðu, Guð mun gefa okkur sigurinn. Vikum saman kom Anna á hverju kvöldi að uppörfa hann. Með þessum sömu orðum, þraukaðu, hang on, þraukaðu Adoniram, Guð mun gefa okkur sigurinn. Kvöld eitt, þá bara kom hún ekki. Og annar dagur leið, hún kom ekki. Vikurnar liðu, einmálaleikinn varð óbærilegur. Enginn sá honum Anna, konan hans, lægi fyrir dauðanum. Mánuðum seinna hann losnað úr haldi, svo illa farinn líkamlega að það var kraftaverki næsta hann gat gengið, þá byrjar hann á því að fara til heimilis síns að leita konu sinnar og sem hann haltraði að heimili sínu sér hann litla stúlku sitjandi í drullunni. Hún var svo óhrein að hann þekkti hann ekki. En þegar betur var að gáð þá var þetta dóttir hans. Hann tekur hann upp í fangið, haltrar inn í tjaldið, pírði augun til að sjá í rökkrinu.
Það var þá sem hann sá hana, beina hrúga í tötrum, liggjandi á fleti eins og brothætt beinagrind. Þetta var Anna, konan hans. Fallega hári farið, skærubláu augun, störður líflaus út í loftið. Með dóttir sín í fanginu þá kraup hann niður, kallaði nafnið hennar aftur Anna, Anna, elsku Anna. Tárin féll á andlit hennar, andliti byrjaði að hreyfast og hann sá að hún þekkti hann leið og hún streittist við að segja þessi síðustu orð. Þraukaðu Adoniram. Guð mun gefa okkur sigurinn. Og þennan dag missti Adoniram sína elskulegu eiginkonu, en hann missti ekki trúna. Hann byrjaði að predika aftur og planta kirkjum. Þegar hann dó, skildi hann eftir fjölda kirkna, hundruðir sem hann hafði unnið fyrir Krist í þessu múslimalandi. Hann hafði barist góðu baráttunni, varveitt trúna, fullnað skeiðið og var geymdur sveigur réttlætisins. Sá sem skrifa bókina með þessari frásögn, David Jeremiah, hann segir að hann átti erfitt með að segja þessa sögu í sinni kirkju á þess að gráta. Hann segir, ég var snortinn, ekki bara af ást þessara tveggja einstaklinga, heldur líka þeirri staðreynd að lifandi trú á Guð er svo miklu meira en orðin tóm og orðagjálfur. Og það er það sem báðar þessar sögur segja okkur, að lifandi trú á Guð er svo miklu meira heldur en orðin tóm. Á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Ég sagði aðra sögu á Lindinu, mann sem fór til Kenía og það var akkurat öfugt. Hann brotnaði, hann var drykkjumaður allt sitt líf, en dóttir hans sem hann hafði eignast og hann hafði skilið eftir í Kenía, hún leiddi hann til trúar á banabeðinu. En þessi saga, frásögn, er svo mögnuð að þrátt fyrir allt þetta, og ég spyr sjálfan mig, hefði ég haldið áfram? Við getum spurt, það er eitthvað meira heldur en bara orðin tóm þarna, það er djúp samfæring, það er líf sem er gefið fyrir Krist. Annað Tímóteusarbréf segir okkur, allir sem lifa vilja guðrækilega í Kristi, samfélagi við Kristi Jesú munu ofsóttir verða. Og svo segir, vondimenn og svikarar, villandi aðra og villuráfandi sjálfir munu koma fram á þessum tíma, og við skulum lesa þetta er annað Tímóteusarbréf, og við erum alveg að ljúka. Vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni, villandi aðra, villuráfandi sjálfir. En halt þú stöðulega við það sem þú hefur numið og hefur fest trú á. Og það er einmitt það sem við þurfum að gera á þessum tíma, að við þurfum að vita sama hvað á gengur, að við þurfum að halda fast í það sem við höfum meðtekið og láta engan taka það frá okkur, sama hvað á gengur. Jakobsbréfið 5. kapli, 7. og 8. vers, þar segir, þreyið, bræður, þreyið, þangað til drottinn kemur, sjá, akuryrkjumaðurinn, hann býður eftir hinum dýrmæta ávexti jarðarinnar, þreyir eftir honum þangað til hann hefur fengið haustregn, vorregn. Þreyið og þér styrkið hjörtuðar, því að koma drottins er í nánd. Koma drottins er í nánd. Og ég var að hugleiða þetta vers, sem ég langar að enda á þessu, að það virðist vera, sumir segja, koma fram til fyrirbannar og segja, já, heyrðu, ég vil bara fá nýjan kraft og en það er þitt að styrkjast í drottni.
Þú átt að styrkjast í drottni. Þú átt að koma fram fyrir drottin og meðtaka styrkin frá honum. Í Sálmi 144 vers 2 segir, hann æfir hendur mínar til bardaga. Og oft, ég veit það ekki, oft líður mér þannig að mér langar að gefast upp. En sjáðu, ég fer til drottins og ég segi, drottin, nú vantar mig nýjan kraft, mig vantar nýjan styrk. Mig þakkaði fyrir það þegar ég veikur, þá ert þú sterkur, þú ert öflugur, þú ert Guð. Ég bara einn af þessum venjulegu og ég bara einn af þessum ósýnilegu og líkamanum. En ég þar sem að þú hefur sett mig. Og það einmitt það að ef við viljum halda áfram göngunni með drottni á þessum dögum, þá þurfum við að vera í samfélaginu við hann og vera í samfélaginu hvert við annað og vera á þeim stað á líkamanum þar sem hann hefur sett okkur. Vegna þess að ef ég sem fótur ætla að reyna að vera hönd, það kannski virkar, þeir sem hafa mist hendurnar, þeir geta það, en það svo miklu auðveldara fyrir hendurnar mínar að gera það sem höndin á að gera, heldur en fyrir fótinn og leyfa fætinum að gera það sem hann á að gera. Og þetta lykilatriði að við, sama hvað á gengur, séum trú. Við förum með þessa játningu, vertu trúr allt til dauða þegar við giftum okkur. Og megum ekki segja þetta líka við drottin, ég vil vera trúr allt til dauða. Ég vil vera trúr þér allt til dauða. Það einhver dómsdagsboðskapur? Nei, þetta bara, eins og hann var að tala þetta motivational boðskapur. Að við vitum hvað við erum að fást við og við vitum hvað við erum að ganga í gegnum og við getum gengið í gegnum það og Jesús Kristur, hann með okkur alla daga, allt til enda veraldar. Og hann fór í skýi, Pólíkarp, hann fór, ég veit ekki hvort það var skýð þar, en dúfan sem kom yfir Krist, þegar hann var skírður, hún fór til himins þegar Pólíkarp gaf upp andan. Amen. Amen. Og nú ætlum við að ganga að borði drottins. Hann Snorri ætlar að koma og leið okkur, ég ætla bara að biðja stuttabæn Fadir. Takk þér fyrir það drottin, við komum hér síðasta sunnudag og það voru svo margir sem vildu gera iðrun. Fadir, ég þakka þér fyrir það að við mögum halda áfram eftir að hafa gjört iðrun, göngunni með þér og ganga aðeins þá götu sem við höfum komist á. Og drottin, sama hvað gengur á. Drottin, ég bið þig fyrir landin okkar, þjóðin okkar, ég bið frið á Íslandi, ég bið frið yfir drottin Jerúsalem, ég bið frið yfir Ísrael, yfir Úkraínu, ég bið frið yfir þjóðir heimsins í nafni Jesú. Og við áköllum nafni þitt og við segjum, þú ert Guð vors lands, þú ert lands vors Guð og við lofum þitt heilaga nafn. Amen. Kæru sískinni, við skulum bara vera minnug þeirra orða sem Páll postuli talar til okkar og ég vísa til fyrra Kórinthubréfs þar sem að segja við söfnunni í 10. kapitula og 16. versi: sá bikar blessunarinnar sem við blessum ekki samfélag blóð Krists og brauðið sem við brjótum ekki samfélag líkama Krists. Þar erum við. Við erum að minnast þess að líkami Krists erum við. Þó okkur lítist kannski ekki alltaf vel á hvernig við lítum út, þá erum við bara hluti af þessum líkama. Þess vegna tökum við brauðið. Og vegna blóðs hans sem hreinsaði oss af allri synd, þá tökum við víninu vegna þess að við höfum tekið við Jesú og blóðfórn hans. Það þurfti Krist til þess að deyja fyrir þína synd. Og ef þið hafið nokkuð tímann horft á myndina hans Mel Gibson, Passion of Christ, og sjá hvernig ofbeldið óx í myndinni. Þetta var útlistun hans á því
hvað dómur Guðs þýddi. Jesús sagði við okkur, dómur Guðs kemur yfir þennan heim. Og þegar Jesús mætti þeim dómi, þá var dómurinn sem að þú og ég áttum á það. Nú fáum við að minnast þess, við erum sáttmálabörnin hans, við skulum standa upp og biðja fyrir því að bæði brauðið og vínið, að verði kynnti hann ber út vínið, og við skulum allavega blessa bæði brauðið og vínið áður við fáum það. Drottinn minn, í þínu nafni þá megum við taka við brauðinu, af því að við erum líka með þeim. Í þínu nafni megum við taka við bikarnum, af því að blóð þitt hreinsað oss af allri synd. Gefðu okkur Drottinn minn styrkleika í því að við erum þér gefin, við erum þér helguð, við erum þínir þjónar og við erum líka með þinn. Í Jesú nafni. Amen. Gjörðu þetta í Drottins minningu. Takkið þér til líka. Þetta er ekki áhyggjur. Og þessi ofar einfalda athöfn sem við höfum, hún er svo að við tökum við brauðinu að því við erum líkami Jesú Krists. Takið etið, þetta er líkami minn. Drekkið af honum allir, þetta er blóðins nýja sáttmála sem útrætt er fyrir yður til synda fyrir gefningar. Gjörðu þetta í Drottins minningu. Amen. Amen. Og Jesús minn, takk fyrir elskaði Herra, að við höfum gert þetta í svona litlum mæli, en þetta er svo stórt athöfn. Við höfum minnast þess hvað við eigum í þér. Við sem erum smá og lítil, við tökum við litlu, en þetta er svo stórt. Þú gerir þetta svo mikið, því þú ert bæði Drottinn, þú situr í hásætinu á himnum og þú ætlar að leiða okkur þangað. Hjálpa okkur til þess, Drottinn minn, að við höfum augun sem líta það sem framundan er, að við fáum að setja hjá þér í hásæti dygðarinnar ef við reynum trú í Jesú nafni. Og Drottinn, leyfðu anda þínum að vera yfir okkur svo trúfestin verði okkar aðalsmerki í Jesú nafni. Amen. Amen. Og Drottinn minnir ykkur á, vertu trú allt til dauða og ég mun gefa þér lífsins kórónu. Hann gefur hann ekki fyrir dauðan, hann gefur hann eftir dauðan. Þannig að haldu ykkur við Drottinn. Svo er hún einn kórlókum með söfnu glösunum.
Vorar misgjörðir tók hann á sig.